efast þetta. Og hann þarf ekki annað en að sýna svipbrigði, þá veit maður hvernig maður á að koma fram. Hann sendir skilaboðin. Og inn á alkohóliskum heimilum, maður lærir það mjög fljótt hvað má segja og hvað ekki. Og alkohólistin stjórnar því. Þannig að það kannski ekki nóg að alkohólistin einn á heimilinu fari með? Nei, alls ekki. Og við erum alltaf að færast nær því hjá SÁÁ að í raun og veru að það sé gagnslítið fyrir alkohólistin en hann fer í meðferð og fjölskyldan gerir ekki neitt. Og þess vegna höfum við samband við fjölskyldumeðlimi, allra þeirra sem koma til okkar og kynnið þeim fyrir þeim hvað þeir geti gert fyrir sig. Við erum með göngudeild í Síðumúla 3-5 og þar er sem sagt fjölskyldu námskeið í gangi allt árið umkring og þar geta aðstandendur farið, panta sér viðtal, það er ýmislegt í gangi fyrir aðstandendur þar, stuðningshópar og annað því líkt. Og það er afskaplega ánægilegt hvað þetta hefur gengið vel. Og undan tekningalítið þá taka aðstandendur því mjög vel í dag að leita sér hjálpar. Og það finnst mér alltaf að verða betra og betra. Svona fyrir nokkrum árum, þó ég fær bara 5 ára aftur í tíman, þá var maður oftar fyrir því að aðstandendur voru svona viðskotaillir og töldu sér ekki þurfa að gera neitt og það er alkohólistinn sem gerði allan þennan usla og það er ekkert að mér. Þetta er svo helvítis fyllirí bara? Þetta er svo fyllirí og það er ekkert að þessari fjölskyldu. Ég hef aldrei drukkið og það er ekkert að mínum börnum og það er allt í lagi með það. Það er allt annar tónn í fólki í dag og ég tel það sé fyrir það að fólk er bara betur upplýst einfaldlega. Það veit meira um þessi mál í dag. Hvað þarf fjölskylda að gera? Hvað fjölskylda þarf að gera? Það sem fjölskylda þarf að gera, sem sagt alkohólísk fjölskylda þarf að gera, er það að það þarf breyttan lífsstíl. Maður þarf að læra hlutina, nánast hvern hlut að fara að vinna upp á nýtt. Maður þarf að breyta lífsmunstrinu, öll fjölskyldan. Því það er komið munstur í gangun á heimilinu sem einfaldlega gengur ekki ef það er að segja að alkohólistinn alltaf að ná sér. Þetta bitnar náttúrulega fyrst og fremst á fjölskyldunni. Það er samskipti mín við konuna og börnin og eru mjög tæp sko. Verða mjög tæp að þessari neyslu. Maður verður svona tilfinningarlega flatur, algjörlega flatur sko. Það lætur engar tilfinningar í ljós sko. Þetta er allt orðið löngu fryst. Allt svona þetta venjulega sko. Og börnin mín hafa, lengi verið að rukka mig það, akkur ert þú ekki eins og hinir papparnir. Það hefur verið svolítið gegnumgangandi. Og þetta hef ég heyrt og samviska mín sagt mér að þetta sé rangt sko. En ég fer aldrei eftir, hef ekki gert hingað til, farið eftir minni samvisku sko. Ég slæ hana bara frá. Hún hefur aldrei logið að mér. Nei. Ekki samviskan. Og síðan er það Jónas. Og mér finnst að hann verða núna einn bara sá besti í grúpunni. Hann er mjög ábyrgur og verið að ganga í að leysa þessi mál sem hann hafa verið að plaga. Hvaða mál? Hann var með, hann hélt við konu út bæ og bara gekk í það í gær að kvart á það. Já. Og var mjög ánægður með sig. Já, hann hefur komið mjög óvart þessi strákur. Hann er í mikil framför. Og svo kemur Páll og það litla sem hann segir er mjög gott sko. En sko hann er bara búinn að drekka þessi maður einn heima með konu sinni sem hann hefur náttúrulega ekki leitt að leggja mikið til málana og þau samskipti hafa verið auðvitað í lágmarki. Og að öðru leyti hefur hann verið í sambandi við fólk. Þetta er auðvitað vinna með fólk. Þetta byggist voðalega mikið á bæði viðtölum við fólk þeirra mál og hópvinnu, fyrirlesturum. En mest kannski á þessari hópvinnu. Finnst þér þetta gott starf? Þú hefur nú unnið ýmislegt. Finnst þér þetta gott starf?
Já, mér finnst þetta mjög gott starf. Það er krefjandi en ég hef mikinn áhuga á þessu málefni og fæ mikið út úr því að vinna við þetta. Ég var bara búin að fá nóg. Alveg fullsetta mínu líferni. Þú hefur komið áður hérna. Já. Segðu mér frá því svolítið. Ég fór á Sogn 88. Hvað varstu gömul þá? Ég var á 16. ári. Og hvernig var þá komið fyrir þér? Þá var... Já, ég bara var lítill ráðvæltur unglingur þá. Svona, vissi ekki hvort fótinn ég ætti að stíga og þetta svona, ég held ég væri að gera eitthvað rétt því að það var það. Gerði það, en ég þróskaðist mikið og ég bara inn í meðferð. Hvernig hefur gengið síðan? Það hefði gengið svona upp á svona, ég stofnaði mína eigin fjölskyldu og svona, ég bara lenti á slæmusauki núna frá áramótum og fram í júní. Í hálft ár sem sagt. Já. Var það daglegt þá? Já. Varstu í áfengi? Mjög lítið. Í hverju þá? Ég var aðallega í amfetamínu og hassreikinu. Ég var bara algjörlega búin að einangra mig frá öllu. Bæði fjölskyldu og kunningum. Og sást bara einu heima? Já, ég var nú búin að missa íbúðina líka. Svo ég var bara á svona hálfgerðu flakki. Ég lét þá strákinn frá mér. Faðirsins. Já. Hvað blasir svo við þú kemur út? Þarf að taka barnið til þín aftur? Nei. Ég ætla nú bara að byrja því að reyna að koma upp samskiptum við hann aftur. Ég hef haft líka samskiptum við hann. Ég vil ekki vera að rífa hann upp á rótum frá þar sem hann er staddur núna. Mér líður mjög vel. Og ég hef mikið að hugsa að fara inn á vanda húsnæði þegar ég kem út. Svona meðan ég er að koma mér á fætur. Dyngjuna eða eitthvað svona? Já. Þannig að svona því félagslega staðið mér nefnir klessu eða eitthvað? Já, ég get ekki sagt það. Gjörðu svo. Hefur ekki haft sektarkennd eftir að þú búin að berja fólk til umbóta? Jú, alveg rosalega á hræðslu. Og ég hef sloppið hingað til við fjársektir og svona eftirmál. Þangað til í fyrra, það skeiði fyrir 2 árum af þessu. Þannig ég lagði hendur á mann og barði hann í götuna. Sparkaði þessu í hann liggjandi og fór illa með hann. En mér tókst að tefja tímann í 2 ár. Ég laug alltaf og sagðist alltaf borga og ég þetta redda þessu og híðum. Það var alveg bara makalaust hvað þeir létu mig komast upp með. Þetta hefur oft valdið mig gengsilegri vanlíðan. Og sem sagt, pælíkarnar með þessu, sko, þegar maður er hugsa út í hvernig manninu líður, alltaf sé á sjúkrahúsi, alltaf sé brotinn og maður er svona að draga upp myndir af því og manni líður óskaplega illa með þetta. Það hefur verið svona oft farið út í sjó með og liðið þá svona illa kannski allan túrinn. Já. Þetta byrjaði, þessi mórall í túrunum byrjaði í fyrstu sambúðinni minni. Þá var maður jafnvel búinn að brjóta allt og branna heima hjá sér. Og á þeim tíma var ég svo oft í grjótinu, má ég segja, að konan hún sem sagt hafði eiginlega ekkert áhyggjur af því þegar ég kom ekki sko nóttina. Og hann bara að treysta að ég væri þá í steinunum og kæmi heim fyrir mér í þetta. Og að fara á sjó með þetta, sko að vera búinn að rústna alveg allt í íbúðinni, lendi í slagsmálum og láta eins og svín við konuna. Ég tala hann ekki þegar framhjóðandi byrjuðu. Það var alveg kvalræðir. Ég gat ekki hringt heim. Ég þorði ekki talstöðuna, það var ekki komið farsímar Þetta fór allt í loftið þegar maður ætlaði að tala í stöðuna.
Þannig að ég þurfti að bíða svo marga daga, kannski túrarnir voru upp undir hálfa mánuða til þess að geta farið að gera eitthvað í mínum málum, bíðast afsökunar og kjekka á sko hvað hefði skeð. Já, þá er þetta bara búið að ágætis rúpa hjá okkur og hérna bara skulum við taka okkur matalið. Slíta þessum erfiðlega spennu. Guð, gefur mér æruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Takk afsökunar. Já, ég er víkingur. Af hverju? Það er vegna þess að ég er hérna í minni 3. eftirmeðferð og það þarf 2 eftirmeðferðar til að vinna sér inn þennan titil. Mér hefur mistekist áður og nú er ég að reyna hérna í 3. skipti. Hvað hefur klikkað? Það sem hefur klikkað er það að ég hef ekki tekið leiðsögn og sem sagt ekki farið eftir því sem mér hefur verið sagt. Ég hef ekki verið nógu iðinn við að stunda AA-samtökin. Nú, ég hef aldrei fengið með trúnaðarmann til dæmis, sem er mjög algjörlega nauðsynlegt. Og fleira. Ég hef nánast gert allt vitlaust. Ekkert farið eftir því sem mér hefur verið sagt. Þannig að ég hef einhvern tíma náð í raun og veru milli meðferða. Hvaða tíma hefur þú náð? Ég hef mest náð, ég ætli sé ekki svona tæpir 4 mánuðir sem er nánast engin tími, sko. Í sameiningu voru við hjóin búin að komast að þeirri niðurstöðu að ég væri geðveikur og ég byrjaði mína bíslagöngu hjá sálfræðingum sem entist mér í mánuð. Það gaf mér ekki neitt. Og einn morguninn þá reyndar þetta svona kemur til að ég notaði hass mikið og þetta byrjar alltaf eina kvöldstund, það byrjar á þriðjudagskvöldi fyrir mánuði síðan. Þegar ég sitt og er að tróða í pípuna mína, hassið að sjálfsögðu, og er nú að velta í fyrir mig hver væri nú verið besti vinur minn í gegnum tíðina. Það væri nú hassið, það hefði nú hjálpað mér í gegnum hinn og þessi vandamál, sem þess að tilfinningalegs eðlis. Og svo snerist eiginlega hugsunin mín við, svona eins og sokkur sem mann tekur að fæti, fór á rönguna, fór að hugsa hvað hefði nú verið minn versti óvinur, reyndar líka. Það hefði þá verið hassið. Þetta var ég að hugsa meðan ég var að tróða í pípuna og reykjana. Og morgunin eftir pantaði ég viðtal upp í Síðumúla á S.A.A. Fæ viðtal 2 tímum seinna og mæti í það. Og 48 stundum síðar er ég komin inn á Vog. Hvernig finnst þér svo að vera allt í nú komið hérna inn á drykkjubannahælið? Léttir. Ég upplifði þetta sem mikinn léttir. Eins og við ræddum áðan að ég upplifði þetta sem mikla, og það er mikinn og þægilega léttir að vera ekki geðveikur. Og gott að vera komin undir manna hendur sem vita hvað þeir eru að gera. Því ekki veit ég það. Nú ætlar að taka þetta? Nú ætla ég að taka á og ég er hérna til að skilja eftir allan ósómann. Tala á, vera hreinskilinn og heiðarlegur og ætla að fara út í lífið og reyna að breyta mér. Ég var einu svona góður strákur og svona dagfarsbrúður og umhverfisvænn. Hann er einhvers staðar hérna inni, sko, ég held ég finna hann aftur.